Komið sæl og velkomin í föstudagsþáttinn hér á N4. Að þessu sinni erum við stödd á Sauðárkróki í Skagafirði. Við erum inn í íþróttahúsinu og hér að hefjast á morgun atvinnulífssýning. Skagfirðingar fagna líka því að það eru 20 ár síðan að sveitarfélögin hérna voru sameinuð og það bara æri tilefni til þess að fagna. Er það ekki, Ásta Pálmadóttir sveitarstjóri, velkomin? Takk fyrir. Jú, það auðvitað tilefni til að fagna. Það voru 11 sveitarfélög sem að sameinuðust í Skagafirði árið 1998. Í júní 1998 var það formlega gert. Þannig að það alveg æri tilefni, en hins vegar þessi atvinnulífssýning núna held ég í 3. sinn. Ég held ég fari rétt með það. Og hér auðvitað svona þverskurður af atvinnulífi í Skagafirði og bara verulega gaman að sjá sérstaklega það sem nýtt. Já, þetta svona taka á sig mynd svona meðan að við tölum og maður sér að það er náttúrulega mörg rótgróin fyrirtæki hérna og gömul en líka ný. Já, það er það sem svona gleðilegt og gaman og maður kannski ekki nógu mikið á vaktinni til þess að taka eftir því hvað er nýtt en svo þegar maður kemur svona hérna og sér að þá fyllist maður nú ákveðnu stolti sjá hvað það er mikil gróska í atvinnulífinu. Af hverju heldur að það sé? Hvernig þrífst gróska í atvinnulífinu? Ég hef nú kannski ekki eitt algilt svar það en hérna ég held nú kannski bara að við búum svo vel í Skagafirði að við höfum, það er nánast ekkert atvinnuleysi og eins og ég hef nú sagt einhvern tímann áður að þá svona flöskuhálsinn okkar húsnæði að hérna okkur vantar oft fólk til starfa en við höfum ekki húsnæði fyrir fólk til þess að koma þannig að hérna það vantar ekki hugmyndirnar og kraftin í fólkið við hérna það er það sem kannski skemmtilegast. En það samt verið að byggja mikið? Já, það verið að byggja en ekki nóg. Nei, því miður, ekki nóg, en við þurfum bara að halda áfram að byggja. Hvernig svona aldurssamsetningin? Aldurssamsetningin ekki nógu góð. Við erum, mannfjöldatréið okkar að eldast og það auðvitað það sem við hefðum viljað sjá að við hefðum, það kæmi fleira ungt fólk til okkur og við einmitt erum hérna með bás frá sveitarfélaginu Skagafirði þar sem við ætlum að sýna þessi mannfjöldatré, hvernig það hafa breyst í gegnum tíðina og það svona sláandi svolítið að sjá muninn frá 1998 og þangað til núna að við erum að eldast. Já, það helst það. Já, við erum alltaf sannlega eldast ástæðan. Já. Það engin vafi þó okkur finnist það ekki sjálfum. En heildin meðalaldurinn hefur hækkað í sveitarfélaginu. Já, en það samt gróskumikið starf hér, góðir skólar og við búum auðvitað svo vel að vera með öll skólastig. Við erum með leikskóla, grunnskóla, framhaldsskóla og háskóla á Hólum. Og það ekki öll sveitarfélög sem búa svo vel. Nei, það skiptir gífurlegu máli. Gríðarlega miklu máli. Það skiptir gríðarlega miklu máli. Þessi aftur aðeins að þessari sameiningu, ertu ekki oft spurð hvernig hún hafi tekist? Jú, en samt svona, kannski ekki oft, en maður auðvitað, það svona hafa verið umræður sameiningar bara núna nýlega og þá auðvitað svona svolítið kannski verið að horfa tilbaka og svo heyrir maður líka auðvitað að fólk telji kannski að þetta hafi verið of stór biti og mikið en mín skoðun nú svo að eftir því sem að sveitarfélögin, það mín persónulega skoðun, ég tek það fram, að eftir því sem að sveitarfélögin eru stærri því öflugri verða þau og því öflugri eru þau til að veita þjónustu sem alltaf hefur verið að kalla eftir og fjölbreyttari þjónustu. Það vita kannski ekki allir en í Skagafirði búa rétt 4.000. Já. Sú tala hefur verið ansi stöðug mjög lengi. Já, okkur reyndar fækkaði svolítið þarna á árunni 2011-12 en sem betur fyrir höfum nú það hefur aðeins fjölgað síðan þá. En þá ég nú kannski að meina bara í eina öld hefur eiginlega Skagfirðingur hafa verið hérna 4.000 eða hvað? Já, svona rúmlega 4.000, nei, okkur hefur fækkað í öllu sveitarfélagi, í öllum firðinum. Já, þá hefur okkur fækkað, því miður. Þannig að það pláss fyrir marga. Það nóg pláss. Já, hér náttúrulega ekki hægt að sleppa þér öðru sem að tala aðeins íþróttalífi hérna. Já. Við ætlum nú reyndar að heyra í bikarmeisturunum hérna á eftir, en
Hvernig að vera sveitarstjóri og taka á móti bikarmeisturum og bara horfa á þetta flotta liði eins og Tindastól hefur? Það náttúrulega bara alveg gríðarlega skemmtilegt og ég náttúrulega bara afskaplega stolt af því að við skulum eiga þetta lið. Og það sem að kannski svona gleymist í að við erum í ekki stærra samfélagi, að þá einmitt verið að spyrja mig einhvers staðar ég var stödd í höfuðborginni á einhverjum fundi og þá var verið að tala um Tindastól. Og þá einmitt benti ég á það að í byrjunarliði eru 5 og þaraf voru 4 fæddir og uppaldir úr Skagafirði. Já. Sem ekkert allir sem að geta státað því. Nei, þetta ekki keyptir menn. Nei. En hvað myndirðu segja væri svona helsti styrkleiki sveitarfélagsins? Ég tel það að vera marga. Já. En auðvitað styrkleiki að búa við öflugt atvinnulíf. Öflugt atvinnulíf auðvitað undirstaða allra samfélaga og sterkt atvinnulíf. Það bara það sem að útsvarið til dæmis sem að sveitarfélögin byggja sína þjónustu á kemur frá fólki sem að stundar atvinnu í sínu heimahéraði og á lögheimili í sínu sveitarfélagi. En það skiptir ofboðslega miklu máli. Við erum með töluverða aukningu á útsvarstekjum fyrstu 3 mánuði sem að mjög gleðilegt. Og ég vona að við séum að sjá frekari aukning, að sú aukning haldist út árið. Já, þú horfir bara út árið. Ég ger alltaf upp 1 ár í einu. Já, það mjög gáfulegt. En hvernig svona sérðu framtíðina? Ertu bjartsýn? Já, ég mjög bjartsýn. Finnurðu þann meðbyr í samfélaginu? Já, ég finn það. Og ef okkur tekst að halda áfram að byggja upp íbúðarhúsnæði, sem að ég vona að okkur takist, að þá held ég að okkur séu allir vegir færir. En það mikill flöskuháls í þessu sveitarfélagi að við skulum ekki hafa fleiri möguleika í íbúðarhúsnæði. Þannig þú ert að segja mér með öðrum orðum að fólk vill flytja hingað en fær ekki húsnæði. Já. Það bara staðreynd. Fólk vill flytja en fær ekki húsnæði. Og nóg að vinna og nóg atvinna, já. Já, þetta náttúrulega meðmæli, svo sannarlega. Já. Ég ætla að bara óska þér til hamingju með bara stöðuna og sæluveikuna allt það og bara gangi ykkur ævinlega sem best. Þakka þér innilega fyrir. Og við ætlum hér á eftir að fara fram og hitta einmitt fulltrúa bikarmeistaranna Helga Rafn og Pétur Rúnar og verðum hér eftir stuttastund.